Já, velkomin á Rauða borðinu. Í kvöld ætlum við að ræða kannski svona loðið svolítið. Við ætlum að ræða svona það breytingar sem eru orðið á svona umræðuvettvagnum í tengslu við svona svæði blaðamennskunnar og fjölmiðlunar, hvernig það eru svona sterkari öfl sem að reyna að stýra því og kannski svona hinn svona frjálsa fjölmiðlun sem að það var kannski stoð undir hið opna lýðræðislega samfélag sem að við kannski töldum að hefði orðið til á Vesturlöndum upp úr seinna stríði, að hvort að sú stóð sig kannski að veikjast. Og svo líka í sambandi við háskólasamfélagið, þar sem að bæði á tímum nýfrjálshyggjunnar hefur verið svona reynt að setja þar inn svona markaðslögmál hvernig háskólasamfélagið uppbyggt, en líka hugmyndir það að það er fyrst og fremst að þjóna atvinnulífinu og við getum þá kallað bara auðvaldinu. Og svo kannski ýmsar aðferðir til þess að búa til kannski mótvægi við rannsóknir og fleira sem urðu til í háskólunum og í fræðasamfélaginu í gegnum svona think tank sem að kannski í fljótu bragði geti litið út fyrir að væri óháðar rannsóknarstofnanir, en eru það náttúrulega alls ekki, heldur eru stýrt, eru hluti af áróðursmaskínum auðvaldsins. Til þess að ræða þetta og kannski í kringum þetta og leggja ýmislegt annað til hingað komið gott fólk. Þórður Snær Júlíusson ritstjóri Kjarnans, Bjarni Kristófer Kristjánsson prófessor í líffræði á Hólum, Kristinn Már Ársælsson lektor í háskóla í Kína sem að hálfu leyti bandarískur, Duke háskóli sem í Kunsan í Kína, og svo Helgi Seljan hér í flugumynd en kemur lendir við Rauðaborðið tímanlega á eftir. Hann rannsóknarritstjóri á Stundinni. Verið allir velkomnir. Ef ég má byrja á þér, Þórður Snær, því að þú hefur svolítið verið svona undanfarið svolítið að fjalla svona breytingarnar á ekki kannski bara svona fjölmiðlaumhverfinu og heldur kannski bara svona á almennu umræðu og svona styrkleika breytingu í því hverjir hafa áhrif á hina almennu umræðu. Ég gamall blaðamaður og manni hætti til þegar maður komin á minn aldur að finnast þetta hafi verið eitthvað skárra í gamla daga, en ég með svolítið svona ríka tilfinningu það að ég orðaði það þannig að þegar ég byrjaði í blaðamennsku þá voru kannski 250 blaðamenn á Íslandi og 1 upplýsingafulltrúi sem Jón Hákon Magnússon, en núna eru líklega ekki nema kannski svona 150 blaðamenn, alltaf ekki svona 900 upplýsingafulltrúar, þannig að svona ásalinn í því að stýra umræðunni svona, það eiginlega ekki hægt að líkja þessu saman, þetta eiginlega að gera ólíkir heimar. Hvað, þetta versna eða ég bara orðinn gamall og nostalgískur? Ég held að bæði sé rétt, ég held að þetta sé versna, en þú sett líka orðinn gamall og nostalgískur. Það alveg hægt að styðjast við tölur í þessum efnum. Hagstofan tekur meðal annars saman tölur starfandi fólk í fjölmiðlum og samkvæmt síðustu tölur sem hún hefur birt þá fækkaði þeim sem starfa í fjölmiðlum úr 2238 í árslok 2013 í 876 í árslok 2020. Bara á... 1/3 eftir, það svona 1/3 eftir, 40% eftir. Já, og hröðunin mest á síðustu árunum þegar á síðasta kjörtímabili einu saman þá fækkaði starfandi fólk í fjölmiðlum 45%. Það sé frá byrjun árs 2018 og út árið 2020. Og þetta ekki bara í hausatölu, þetta auðvitað líka alveg gríðarlega mikið af sérþekkingu og reynslu sem hverfur. Við sjáum þetta auðvitað í hvert sinn sem einhvers konar upplýsingafulltrúastarf eða kynningastjórastarf eða eitthvað slíkt auglýst, þar sem umsóknar listin birtur, að þar eru oft á tíðum bara tugir mjög frambarlega og jafnvel yfirburða fjölmiðlamanna sem að sækja sér eftir slíkum stöðum. Og í flestum tilfellum skilur maður það ágætlega vegna þess að þarna er verið að bjóða fólki upp á mun skaplegri vinnutíma, betri laun, betri starfsaðstæður, meiri tíma með fjölskyldunni sinni, minna áreiti. Áreitið hefur líka, finnst mér, svona að einhverju leyti aukist og orðið, ég veit hvernig maður orða, óhuggulegra. Það kannski betra að fáum Helga til þess að lýsa því á eftir. En það svona, þessi tilhneiging að gefa stjórnulega upp á því að gera blaðamennsku að ævistarfi til þess einfaldlega að setja aðra hluti í forgang, eigin líðan, heilsu, fjölskyldu og svo framvegis,
sem skiljanlegt. Á sama tíma auðvitað hefur fjölmiðlaumhverfið verið þannig, og það er auðvitað bara ákvörðun sem stjórnvöld hafa tekið, farið í gegnum miklar breytingar á svona því hvernig birtingaform frétta og samskipti eiga sér stað, þessar hefðbundnu tekjustofnar sem fjölmiðlar voru með, ljósvakafjölmiðlar og prentmiðlar sem voru áskriftir og auglýsingatekjur, þau hrundu eða breyttust alveg svakalega mikið, sérstaklega með tilkomu samfélagsmiðla og svo snjallsíma sem svona tækja til þess að neyta fjölmiðlunar, og í mörgum samfélögum í kringum okkur hefur verið gripið inn í með einhverjum hætti til þess að reyna að rétta stöðu fjölmiðlana vegna þess að þeir eru skilgreindir jafnvel í stjórnarskrá sem mjög mikilvægar lýðræðisstoðir. Hérna hefur ekkert verið gert, eða þangað til að þessir litlu fjölmiðlastyrkir voru innleiddir hérna í fyrra. Og afleiðingin af því sú að við erum með svona einn hval á markaðinum sem RÚV, og svo hefur fólk alls konar skoðanir á því hvernig RÚV að standa sig og hver tilveruréttur ríkisútvarps á að vera, og svo eru aðrir stórir einkareknir fjölmiðlar að uppistöðu niðurgreiddir af fólki sem vill hafa einhvers konar tök á umræðunni, sem eru tilbúin að sökkva milljörðum króna í því að ná þeim tökum, og það sjáum við skýrt til dæmis í tilfelli Árvakurs, þar sem það er engin leynd ríkt þetta markmið. Það var bara boðað strax, ég var nú að vinna á Morgunblaðinu þegar þessi eigendahópur tók yfir það blað, og það var skýrt að markmiðið var að koma í veg fyrir breytingar á sjávarútvegskerfinu, koma í veg fyrir það að Ísland myndi ganga í Evrópusambandið, koma vinstristjórninni frá, stuðla breytingum í umræðum nýja stjórnarskrá og svo framvegis. Þetta var bara sagt hreint út, og Óskar Magnússon hefur endurtekið þetta í viðtölum á fjölmiðlum síðar. Þannig að við erum með þá stöðu, og svo erum við með það sem hefur gerst svona í torgi, útgáfufélag Fréttablaðsins og tengdra miðla á undanförnum árum, þar sem hópur hefur sökt 1,5 milljarði í það ævintýri frá því að koma inn í eigendahópinn. Svo erum við með eitthvað sem er óskiljanlegra, eins og þeim fjármunum sem þeir herramenn Róbert Westman og Björgólfur Thor Björgólfsson hafa sökt í ýmsa fjölmiðla á undanförnum árum, sem verið svona aðalega til þess fallega að reyna að koma einhverju höggi á hvern annan í einhverjum skrýtnum leiðangrum sem þeir eru í. En allt hefur þetta gríðarlega neikvæð áhrif á heilbrigði og samkeppnisheilbrigði þeirra sem eru að reyna að reka sig á sjálfbæran hátt. Ef þú ert að keppa við einhverja sem skiptir engu máli hvernig eru reknir, þá þetta hefur að neikvæð áhrif á þá sem eru að reyna að reka sig á réttan hátt. Og við snúum okkur hinni hliðina á peningnum, svo ég efni loforðum að tala mjög lengi í að byrja með, þá hefur þetta þeim sem vinna sem upplýsingafulltrúar eða einhvers konar almannatenglar eða annað slíkt, þeim hefur fjölgað gríðarlega á sama tíma. Það hefur bæði gerst innan stofnana, það er að segja stofnana hins opinbera, hjá opinberu fyrirtækjum, hjá atvinnulífinu, og svona í sérgeira sem eru þessir almannatenglar eða ráðgjafar, hvernig sem þið titla sig. Og allir þessir aðilar, þeirra markmið til einföldunar er ekki að upplýsa almenningi að segja satt og rétt frá. Þeirra markmið er það að láta þá sem borga laun líta vel út. Og það er eðlilegt, skilur. Það er bara það sem þeir fá að borga fyrir, og það er tilgangur þeirra. Og þessum eru búin að sjá alveg gríðarlega breytingu á undanförnum árum, það sem allir þessar aðilar sem eru að telja upp, hvort sem það eru lobbyistar eða það eru stofnanir, að það eru fyrirtæki halda úti heimasíðum þar sem þeir birta eitthvað sem þeir kalla fréttir, en eru eitthvað sem ætti frekar að kallast tilkynningar eða fréttilkynningar, og önnur hver stofnun í landinu er komið sér í hlaðvarp, mörg fyrirtæki líka, miklu meiri peningum sennilega heitt í þessa starfsemi alla saman en svona allan að stóra hlutana fjölmiðla landslæginu hérna á Íslandi. Og fyrir vikið erum við með ofboðslega skakka umræðu. Þeir sem svona sérstaklega kannski svona lobbyistar fyrir atvinnulífið, þeim hefur tekist að mínu mati að hafa miklu betra og greiðara aðgengi á því að setja agendaðið í umræðunni
hverju sinni, en mér fannst þeir hafa svona, svo ég kannski endi þetta rant á svipuðum nótum og Gunnar Smári byrjaði, mér fannst í sko það sem ég skilgreinir sem gamla daga, sem eru auðvitað ekki sömu gamla dagar og Gunnar Smári að tala. Já, þannig að það hefur orðið mikil breyting. Við erum með svona hina skipulögðu fjölmiðla, þeir hafa veikst og þeir hafa minnkað eins og þú tókst dæmi af bara fjölda starfsfólks og hluti er svona það sem áður voru kannski svona almennar leikreglur, að þetta væru almanna þjónustu fyrirtæki þó svo þau væru rekin á viðskiptalegum sjónarmiðum, að það voru leikreglurnar, að það hafa eitthvað litið skekkt eins og dæmi sem þú tókst af með Morgunblaðið. Til hliðar erum við með miklu stærri hóp sem er líklega að vinna við fjölmiðla, þannig að ef við tækjum þetta allt saman upplýsingafulltrúana sem þú nefnir, að þá er líklega verið að eyða meiru í skipulegra fjölmiðla eða upplýsingadreifingu núna heldur en var áður, en það er miklu minni hluti þeirra sem eru að fást við þetta, sem eru að vinna eftir svona almennum leikreglum, eins og svona almenni þjónustu. Þannig að þetta er, ef við tekjum svona umræðu vettvangi núna og segjum bara 1990, ef við hittum svona mitt á milli okkar, að þá er bara eðlisbreyting á því hvers konar upplýsingar eru að þvælast því að fjölmiðlarnir náttúrulega eru miklu veikar í dag, þannig að þeir eru líklegri til þess að taka inn agendu frá upplýsingafulltrúum hagsmunaaðila. Já, ef við horfum til dæmis bara á sko upplýsingafulltrúa ráðuneyta og undirstofnana þeirra, þá tókum við saman í fréttaskýringu sem birtist í byrjun árs í fyrra, að árinu 2020 hafði sá kostnaður hlaupið á næstu í 400 milljónum. Þá er ekki taldir með sko aðstoðarmenn ráðherra og ríkisstjórnar sem eru núna heimild til þess að vera með 27 talsins, og það eru nokkur hundruð milljónir í viðbót, svona 250 til 300 milljónir að minnstakosti, og við erum heldur ekki með það starfsfólk sem vinnur fyrir þingflokkana sem margt hvert er að sinna svona hlutverki, þar að segja að reyna að hafa áhrif á umræðuna sínum atvinnurekendum í hag. Þannig að bara innan sko ráðuneyta, undirstofnana, ríkisstjórnar og þings, þá erum við að tala ansi mörg hundruð milljónir, miklu meira til dæmis en þeir fjármunir sem eru settir til þess að styrkja einkarekna fjölmiðla í gegnum þetta styrkjakerfi sem eru og líklega meira heldur að vera lagt í flokksblöðin í Kanada. Samfylkingin er líklega með fleiri menn að vinnu við að mæra forystuna heldur en að voru unnu á Alþýðublaðinu í Kanada. Já, og svo eru við með sko Reykjavíkurborg sem er næst stærsta stjórnvald landsins sem er með yfir 10 stöðugildi í upplýsingamiðlum. Það kostar yfir 100 milljónir. Þú veist, við getum haldið svona lengi áfram. Aðstöðumunurinn eru þetta alveg gríðarlegur þegar þú getur bæði ráðið mikið af fólki sem hefur svona sértæk verkefni og markmið og getur borgað þeim vel og það er fært í því sem það gerir og þú getur ráðið utan að koma til ráðgjafa ofan á það til þess að ná því fram sem þú vilt við það að stýra umræðunni í þá átt sem þú vilt. Á sama tíma og það sem svona upplýsingafulltrúar og almenna tengslar skilgreina stundum sem andstæðingin, það er að segja blaðamennina sem eru bara að reyna að segja satt og rétt frá og vera asnalega rómantískir, eru alltaf að vinna við svona erfiðara eða meira krefjandi rekstrarumhverfi og auðvitað þetta innbyggðarugl sem ég var að fara yfir áðan innan þess kerfis, þegar með alls konar fólk sem er að sökka peningum í þetta ekki að því sem, ég myndi allan segja að væri sko réttar forsendur til þess að eiga og reka fjölmiðla. Þannig að peningarnir, það eru sömu peningarnir, það sem hefur umhverfið breyst er að í staðin fyrir að, eins og flokkarnir til dæmis, að noti í flokksblöðum, það sem eru svona einhverjar reglur, svona almennar leikreglur það hvernig fréttamennska skuli vera, að það er horfið en í staðin eru komnir upplýsingafulltrúar sem að vinna við það að reka hagsmuni flokksforystunar eða inn í miklu beinna. Og ég velta fyrir mér, af hverju ætli þetta hafi gerst? Af hverju missir fólk trú á því að hafa svona almenna fjölmiðla eins og bara flokksblöð voru sem eru almenni fjölmiðlar, þótt að hafi haft svona vissa agendu þá tengist það svona almanna samtökum. Af hverju hefur fólk svona rosalega litla trú á því en síðan er þetta svona leyft að gerast að bara hermanns
fer í það að reyna að stýra umræðunni til hagsbóta fyrir þá sem að fara með völdin í borginni eða ríkinu? Sko, er ekki eitt sem við verðum að hafa alveg í huga hérna, að þessi fjármuni sem fara að reka stóru hluta af þessu batteríum eru þetta koma úr opinberum sjóðum. Ég meina, það er búið að setja alla stjórnmálaflokka á fjárlög. Þeir eru að fá hérna vel á 4 milljarð á ríkissjóði á ári. Þú veist, það er verið að borga laun allar þessar upplýsingafulltrúar sem að ráði inn í stofnanir og ráðuneyti úr opinberum sjóðum. Það er verið að borga upplýsingafulltrúar gerið hjá Reykjavíkurborg úr opinberum sjóðum. Það er verið að borga starfsmenn þingflokka og aðstofamenn ráðherra úr opinberum sjóðum og svo framvegis. Þannig að hérna, það er ekki bara það að hérna, þú veist, að það er orðið svona þessi svona, ef maður leyfir sér að sletta shift and balance of power, heldur erum við líka að borga fyrir þetta allt sjálf, sko, við, úr okkar sameiginlegu sjóðum. Þetta er ekki svo þetta sé hérna einhverju vondukallar að koma með peninga inn í þennan hluta. Þú veist, þetta er hérna, þetta er bara kerfisbreyting sem er ákveðin á hinu pólitíska sviði og þess vegna er ekki hægt að draga aðra ályktun sem ég hef svo sem alveg sett fram áður en þetta sé bara meðvitað. Það er meðvitað verið að taka það ákvörðun að veikja fjölmiðla umhverfi kerfisbundið með því að gera ekkert til þess að stuðla að bættri samkeppnisstöðu þeirra sem að gera þetta að því sem ég tel að vera rétta forsendur og á sama tíma vera að styrkja hina sem hafa aðra hagsmuni af umræðunni en að hún sé að svona, standa með almenningi neytendum og greina satt og rétt frá. Og þau sem að gera þetta, það er það sem að kannski vera áðurliti á að væri hlutverk ríkisvaldsins eða samfélagsins eða félagastofnun að byggja upp svona almennan vettvang fyrir fjölmiðla, að þeir sem að fara með völdin að þeir segja, já, ég vil hafa peningana og ég vil þá að bara fréttirnar og upplýsingar þessu nákvæmlega eins og þjónar mér. Þannig það er svolítið þannig, þetta er svona, ég ætla ekki að segja fasískt, sko, en þetta er svona létt svona að völdin eru dregin meira af þeim sem að fara með þau hverju sinni. Þau beygja sig ekki undir í svona almenna leikreglur. Ég held þú myndir ekki fá neitt stjórnmálamann til þess að viðurkenna þetta og segja þetta upphátt sem þú ert að segja, en ef þú dæmir það af verkum eða kannski verkleysi og hérna þá er erfitt fyrir mig, að mér finnst allan erfitt að komast að annar niðurstöðu en að þetta sé meðvituð ákvörðun, að hérna að vilja raunverulega veikja rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla sem er að reka sig á svona hefðbundnum blaðamennsku forsendum með þessum hætti. Á sama tíma þeir styrkja raunverulega sín eigin völd. Herðu, Bjarni, Kristófer, hérna þú og félaginn Skúli Skúlason hafa skrifað greinar meðal annars í Skírni ég held að vera kallað innvæðing háskólasamfélagsins og finnurðu eitthvað samstofnað með þessari frásögn og þróun sem að Þórður Snær er að lýsa, hvernig svona það sem að var áður svona almennu vettvangur, það er verið að beislan undir svona tiltekna hagsmuni eða þeirra sem að fara með völdin verið að beina því og svona minnka, hvað við segja, svona frjálsa þróun þeirra. Er eitthvað svona, finnst þér þetta eitthvað líkt? Gætum við tengt þetta að vera til svona sama tíma í mannkynssögunni? Breytingar á háskólasamfélaginu og fjölmiðlum. Já, ég held alveg klárlega, sko. Ég fann margar tengingar við þessa orðræðu sem var hér á undan, sko. En sko, við svona, förum kannski aðeins í svona bakgrunn bara til að byrja með, sko. Það er náttúrulega háskólar eru lykilstofnanir í samfélaginu. Háskólar eiga að móta samfélagið og byggja þau upp og koma svo inn með gagnrýni, gagnvart stjórnvöldum og atvinnulífi til að svona, já, reyna að vera ákveðið viðnám og svona einhverju leyti svipað á fjölmiðlanir. Og við getum sagt að það sé svona 3 myndi ég segja grunnstoðir undir háskóla. Það er í fyrsta lagi, þá er það bara gagnrýnin hugsun. Það menni að kenna og tileinka sér gagnrýna hugsun og vera þá tilbúnir að gagnrýna á uppbyggilegan hátt það sem þeir hafa sérþekking á. Og síðan númer 2 kannski við kalla bara virðing fyrir háskólasamfélaginu, virðing hver fyrir öðrum. Það þýðir í rauninni við erum að bera virðing fyrir skoðunum annarra og við erum að vera viljug til að fá gagnrýni á eigin verk og tilbúin að koma uppbyggilega gagnrýni á aðra og þetta er þannig grunnurinn í þessu ritrýningakerfi sem háskólarnir hafa byggt upp.
Og svo það þriðja rauninni sem kallað akademískt frelsi. Og akademískt frelsi rauninni kannski stærsta stoðin undir háskólana og akademískt frelsi svona mikið kennisetning og það þýðir rauninni það að háskólarnir eiga að vera frjálsir hvað kemur að sinni starfsemi. Hvernig það mótar kennsluna, hvernig við mótum rannsóknir og hvernig við stýrum okkur. Þetta þýðir líka það að frelsi nær til starfsfólks háskólana, það að vera frjálst það hvað það rannsakar, hvernig það kennir og að það geti tekið þátt í samfélagslegri umræðu aðeins eiga hættu að missa vinnuna eða svoleiðis og svo framvegis. Og rauninni hin hliðin á þessari krónum akademískt frelsi rauninni akademísk ábyrgð. Það þýðir rauninni þannig að við eigum alltaf að beita bestu mögulegri tækni, við eigum að byggja á nýjustu upplýsingum og við eigum að taka þátt í umræðinni. Það sem hefur gerst, og þá erum við ekki að tala um á síðustu árum, við erum að tala um það sem hefur verið að gerast núna á síðustu áratugum með aukinni nýfrjálsíku og með aukinni sem við kallum iðnvæðingu, það að leiðistefið í samfélaginu. Við sjáum þetta allt samfélagið og það sem Þórður var að tala náttúrulega endurspeglar það að samkeppni og peningar eiga að ráða öllu. Og hvað þýðir það? Jú, stjórnun háskóla hefur öll farið að ganga út á það að það að vera að keppa hver við annan. Það er vera samkeppni það hvort þú fáir framgang í starfi, það samkeppni aðgang að rannsóknarstyrkjum, það samkeppni hvað eina, sem þýðir það að þessi virðing fyrir skoðunum annarra, þessi hugsunum og samstarf, það koma hnökrar í hana. Annað leiðasti alþjóðavæðing. Við sjáum það að í staðinn fyrir að háskólar, til að mynda hér á Íslandi, eru að reyna að byggja sig upp sem mótandi afl fyrir Íslands samfélag, þá eru þeir að keppa á einhverjum alþjóðlegum vettvangjum að ná einhverjum punktum á einhverjum alþjóðlegum mælikvörðum. Og þá erum við kannski komin svona svolítið frá því sem við erum að gera fyrir okkar íslenska samfélag. Síðan það þriðja, það tengist á fjármögnuninni, að það náttúrulega hugsun nýfrjálsíkjunnar, hún gengur náttúrulega út þá að draga úr ríkisrekstri og að samkeppni og atvinnulífið eigi að geta gert allt. Og það þýðir það að fjármögnun háskóla hefur breyst verulega. Það hefur verið dregið úr fjármögnuninni á sama tíma á nemendur fjölgar. Það hafa komið upp einkareknir háskólar sem að færa rauninni, þetta er svolítið eins og fjölmiðlar náðan, þetta færir rauninni kostnaðinn yfir í fyrirtækin. Fólk bara borgar sjálft fyrir sína menntun. Fyrirtækjavæðing háskólanna líka þannig að atvinnulífið kemur miklu beinna inn í starfsemi þeirra. Þannig að þetta sjálfstæði háskólanna í tengslum við akademískt frelsi, það fyrir að riðlast, sem þýðir það að fyrirtæki eru bæði að borga, eða fyrirtæki eða stofnanir eða hagsmunasamtök geta jafnvel bara borga fyrir háskólastöður eða þá að það geta krafa það að fulltrúar atvinnulífsins komi inn í stjórn háskóla, eins og núna bara í dæmum í nánast öllum háskólum á Íslandi, það eru fulltrúar atvinnulífinu. Og síðan bara þessi krafa það að háskólarnir séu meira svona bara framleiðslu batteri. Það að við séum að undirbúa fólk bara fyrir að ganga beint út í atvinnulífið fullmótað og það fólk eigi kannski ekki verið með allt mikla gagnrýna hugsun og svo framvegis. En þetta kemur svo þá að þessu, það að háskólafólk taki þátt í umræðinu. Vissulega háskólafólk að taka þátt í umræðinu á gagnrýninn hátt. En við erum að gera eitthvað grein fyrir því að það eru fleiri hundruð háskólakennarar á Íslandi og það eru ekki fleiri hundruð háskólakennarar að taka þátt í umræðinu. Og það hluti til bara það sama og Þórður að tala um. Það er bara með vaxandi fjölda nemenda, með vaxandi kröfum innan háskólasamfélagsins, með vaxandi samkeppni, þá erum við svolítið bara mikið á hlaupum og vinnuálagið mikið og menn eru kannski ekki tilbúnir að leggja á sig þá auka vinnu sem þarf til að taka þátt í þessari umræðu. Á sama hátt að þá er það þannig að ef þú veist að einhver ákveðin aðili að fjármagna stöðuna þína eða það skiptir verulegu máli fyrir þinn háskóla að einhverju aðilar séu ánægðir, að þá kannski veigrar fólk sér frekar við að taka þátt í. Og síðan kannski það þriðja, því við vorum að tala um upplýsingafulltrúa
og leiðir til að koma hlutum á framfæri, þá hafa ekki verið settir þessir 100 milljóna inn í háskólakerfið að ná í upplýsingafulltrúa sem hjálpa fólki við að koma upp hugmyndum sínum og umræðuna á framfæri. Þannig ég verð að segja það að háskólakerfið, það hriktir allavega töluvert í því á síðustu árum. Síðustu áratugum hefur farið að hrikta verulega í því og hluta til það vegna þess að það meira fólk að koma inn í háskóla, það minni peningar og það svona meiri samkeppni sem keyrir alla hluti áfram. Þú nefnir dæmi að fyrirtæki kosti háskólastöður og hafi svona ýmis áhrif til þess að sveigja svona rannsóknarefni háskólana, hafa fólk í háskólaráði og öðru slíku. En þú nefndir líka með sambandi við kostnaðinn og að fólk borgaði sitt eigið háskólanám sjálft. Áttu við það að þegar kostnaður nemendanna verður meiri og það þarf að borga það upp á starfsævinni, að það sé svona lúmsk fyrirtækjavæðing háskólana líka eða svona hinn peningalegu sjónarmið komið þar inn og ráði uppbyggingu háskólana, eða var ég að misskilja eitthvað? Nei, ég held að það sé bara nokkuð rétt hjá þér, sko. Við sjáum það, við erum kannski ekki komin alveg á þennan stað hérna á Íslandi. Við erum ennþá með opinbera háskóla þar sem að fólk borgar innritunargjald og 75.000 krónur og tekur sitt háskólanám. Við erum líka komin með einkavædda háskóla, eins og háskólinn í Reykjavík, háskólinn á Bifröst, þar sem að fólk borgar 300-400.000 krónur og misseri til þess að taka sitt háskólanám. Og orðaræða nýfrjálsíkunnar og hefur alltaf verið að þú átt að reikna út þínar ævitekjur og mennta þig í sambærilega. Við sjáum alltaf hvert þetta farið þegar við horfum til landa eins og Bandaríkjanna. Í Bandaríkjunum þá voru þeir með þetta GI deal eftir seinni heimsstyrjöldina sem allir sem höfðu tekið þátt í hernaðarátökum fengu ókeypis háskólana og fólk í kringum 1950 upp í 1960 og framvegis það fór og menntaði sig bara vel og lærði til að vera kennari eða hjúkrunarkona eða lögfræðingur eða verkfræðingur eða hvað hérna og það var ekki bundið í ævilenga skulda fjötra. Síðan hefur, eftir að nýfrjálshyggjan fer að ríða ríkjum þar, að þá hækka skólagjöld og hluta til þessi skólagjöld til þess að halda upp í dýrum fótboltavöllum eða hverju sem en það hækka skólagjöldin með veldisvexti og nú það komið svo að fólk sem að mennta sig, þar sem þú þarfnast háskólamenntunar en þú gengur ekki inn í hálaunastörf, að það í skuldafjötrum mjög langt. Og þannig að skiljanlega þá velur fólk ekki að fara í þetta nám. Og við sjáum það bara hér á Íslandi, við sjáum umræðuna sem í gangi í samfélaginu skort á hjúkrunarfræðingum, skort á kennurum og svo framvegis. Að það hluta til vegna þess hvernig fólk velur það að mennta sig og þá þessi hugsun, ég ætla að hámarka mína fjárhagslegu afkomu og auðurinn alltaf hugsaður sem peningar en ekki félagslegur eða andlegur auður sem náttúrulega verulega hættulegt og við erum bara, í mínum huga, þá erum við erum ekki komin eins langt í Bandaríkjunum sem dæmi, en við erum ekki á leiðinlega. Ég ætla ekki kannski að skella á samsæriskenningu, en að þú talar eftirstríðsára kynslóðina sem kannski fyrsta kynslóð alþýðufólk sem fer í háskólanám og það hafði gríðarlega áhrif í samfélaginu. Það verður til 68 kynslóðin sem kemur inn í háskólana sem að fólk af lægri stigum samfélagsins fær aðgang að hærri menntun og sprengir utan af sér háskólanum, gerir kröfur auki lýðræði innan háskólana og geta mótað áhrifin og út úr háskólasamfélaginu á þessum árum. Háskólan hafa kannski aldrei haft jafn mikil svona félagsleg áhrif og pólitísk áhrif út í samfélaginu. Heldur þetta sé kannski lærdómur yfirstéttarinnar og auðvaldsins að þeir ætla bara ekki að lenda í þessu aftur. Það megi ekki gefa alþýðu krökkunum jafn mikil svona tíma og svigrúm til þess að leita sjálfur sér og leita nýrra lausna, að það verði svona bara beisla háskólana. Já, ég veit það ekki, sko. Ég held að í bland erum við náttúrulega það sem, sko, heimurinn í dag, hann gengur náttúrulega allur út á efnishyggju og það vilja allir eiga dýrtæki og það vilja allir
gangi í merkjafötum og svo framvegis. Þannig að ein breytingin sem við sjáum í háskólanum það að nú eru allir að vinna með háskólanámi. Skilur, nú þurfa allir að eiga peninga og geta rekið sig, þannig að það eru allir að vinna með háskólanum, nánast allir. Þannig að fólk hefur bara ekki tíma til þess að verða róttækur. Það liggur við, sko. Það þarf bara svo mikið og þar af leiðandi myndi ég segja, já, það eru bara margir sem ströggla meira í náminu og fá minna út úr því. Já, samsæriskenningi mín, sko, ég byggði hana bara á reynslu af því ég var nú að tala hvað ég var gamall áður og ég var lengi að læra það þegar ég var að spurja ungt fólk í dag að gera hitt og þetta. Það áttaði mig á því að fólk sem í háskólanámi líklega uppteknasta fólk á Íslandi í dag. Því að ég það gamall að þegar ég var ungur þá var háskólanámi bara öðruvísi. Það bara orðið miklu meira álag og á þessu krökku sem í dag heldur var áður og þess var datt mér í huga að þetta væri bara menn höfðu bara ákveðið að hafa þetta sem ekki lenda aftur í því að hafa stóra hópa ungu fólki svona aðeins frjálsari eins og var á samkvæmt góðsögn 68 kynslóðarinnar. Ja, ég held hins vegar sko að sko nýfrjálshyggjan og nýfrjálshyggja hugsunin sem hefur náð völdum í heiminum sem það að samkeppni ræður öll og peningar eru allt og þú að meta allt út frá einhverjum fjárhagslegum viðhorfum. Við sjáum þvertekendu samfélagi vandamál tengt þessu bara í skólakerfinu hvernig fólk kemur inn og gerir kröfur að það sé verið að kaupa sér menntun og svo framvegis. Þetta, ég ætla að sé engar samsæriskenningar, þetta bara búið að síast inn og fólk bara heldur þetta sé normið. Og það er það sem við stöndum fram fyrir, að það einhvern veginn orðið norm í samfélaginu að samkeppni, hún skil alltaf því besta, bara sem dæmi. Svo ég held að sé bara bull. Kristi Már, þú lektor í háskóla í Kína, þar sem að menn stofna háskóla á 20 mínútna fresti eitthvað slís, þar sem að háskólakerfið þenst út af miklu krafti. Skilurðu svona áhyggjur, Bjarna? Já og nei. Jú, ég meina ég ætla ekki að gera lítið á reyðilega neina það sem að Bjarni sagði, en ég held að sé svolítið nostalgía. Nei, það að segja, þú veist, sko, ég held að hlutin sé ekkert endilega alltaf mikið verið í dag heldur en voru fyrir 20, 30, 40 árum. Við tekjum nokkuð dæmi að þú vorust að tala samsæriskenninguna 68 kynslóðin og svo framvegis. Sko, ef þú horfir á félagsfræðinga í Bandaríkjunum, þá held ég að af öllum forsendum bandarísku félagsfræðingasamtakana frá upphafi og félagsfræðingar hafa yfirleitt örugglega verið svolítið svona róttækir, að þá held ég sko af öllum forsendunum í allri sko rúmlega 100 ára sögu samtakana að þá hafa örugglega róttækustu 4 eða 5 verið á síðustu 12 árum. Þannig að það er svona eitt merkið þess að það er ekkit augljóst meira að segja í bandarískum háskólum að auðvaldi hafi algjörlega náð tökum og ráði þar ríkjum og háskólasamfélagi sé ekki lengur gagnrýnið og svo framvegis. Og sumir af þessum koma frá einkaháskólum, ekki frá ríkisháskólum. Eduardo Bonella Silva sem var nýlega forseti bandarísku félagsfræðingasamtakanna, mjög gagnrýninn á kapitalisma, mjög gagnrýninn á feðraveldi, mjög gagnrýninn á rasisma í Bandaríkjunum, hann vinnur við Duke sem einkaskóli. Og svo framvegis. Þannig að ég held að svona, það má sama með fjölmiðla, við erum með miklu fjölbreyttari hópa fólki sem vinnur við fjölmiðla, fleiri mál sem komast að, hliðverðir á fjölmiðlum í gamla daga voru hvítir kallar, hliðverðir í háskólum í gamla daga voru hvítir kallar og svo framvegis, þannig að við höfum ekki alveg missa okkur í að einhvern veginn þetta bara allt hafi farið á verri veg og ég get alveg sagt að meira þess að mínu upplifun í bandarískum háskólum ekkit endilega svo að það sé mikill þrýstingur á prófessora að segja ekki eitthvað eða halda sér til hlés. Ég heyrði oft meira sko í hina áttina að þeim langaði til þess að koma sínu á framfæri en það væri bara engin eftirspurn, hvorki hjá stjórnmálamönnum né fjölmiðlum fyrir því sem að þau höfðu að segja og það er mjög misdreift milli vísindagreina hver áhugi fjölmiðla og hver áhugi stjórnmálamanna á því sem að vísindin hafa að segja. Og maður heyrði, en ég alveg sammála því að auðvitað eru hættur það. Og það þegar hún blandar saman einkahagsmunum
og blanda saman valdi og vísindarannsóknum, að það yfirleitt ekki góð blanda. Það eitthvað sem þú vilt forðast, þú vilt reyna að hafa vísindin eins óháð öðru valdi, hvort sem það trúarlegt vald eða fjármálavald eða stjórnmálavald, hafa það eins óháð þeim og mögulegt til að geta sinnt rannsóknum og svara spurningum af svona eins miklu hlutleysi og mögulegt En við erum ekki að fara í þá átt, Kristinn, við erum frekar að fara í hin áttina eða ekki, að það verður háðara valdinu. Eftir sem maður líður á í tíma, já, en hvaða valdi, sko? Ég held að það breytir svolítið eftir sem að tíminn og hvar þú ert. Ég vinn við háskóla í Kína, það eru meiri háttar hömlur á vísindastarfsemi í kínverskra háskóla. Ég vinn við bandarískan háskóla sem nýtur svona ákveðna friðhelgi, það var gert samning við kínversk stjórnvöld að njóta ákveðna friðhelgi frá reglunum sem gilda í landinu fyrir aðra háskóla. Þannig að það mismunandi að, hvar ertu að spyrja leika í heiminum, ertu þá bara að spyrja á Vesturlöndum, allt hafi hnignað á Vesturlöndum? Ég ekkert alveg sannfærður að alltaf þessi vísindastarfsemi að öllu leyti, ég held að þessi marxískar rannsóknir, ég ekkert einu sem sannfærður að þær hafi verið meiri 1968 heldur en í dag. Ef ég ætla að giska þá held ég þessi meira en núna heldur en var 1968. Að hluta til að það fjölbreyttur hópur sem að vinnur á háskólana, það meira af fólki sem ekki privileged hvítir kallar í efri stétt og þau hafa bara áhuga á málefnum minnihlutahópa og þeirra sem standa höllum fæti. Það miklu meira af rannsóknum á því sviði. Og þannig að en hvar balansin liggur nákvæmlega, ég hef ekki gert rannsókn á þessu, ég hef enga rannsókn séð sem að virkilega tekur þessa spurningu alvarlega, þetta mikið betra eða verra. Við vitum eins og alveg að það bias, það skekkjur bæði í fjölmiðlum og í vísindasamfélaginu einhverju leyti. Og við vitum að vald getur haft áhrif til þess að skekkja þá mynd enn frekar og ég held að það sé óumdeilanlegt. En mér langar aðeins að koma inn á, ég held að eitt lykilatriði sem ég á að nefna það að ég held að háskólar hafi stundum meira fram að færa heldur en að þeir raunverulega leggja mörkum. Og hluta til það af því að eins og ég sagði, það bara ekki eftirspurn af fjölmiðlum og valdhöfum. Að hluta til það líka háskólum að kenna eins og var komið inn áðan með það að þeir kannski ekkert rosalega góðir í að koma oft flóknum niðurstöðum á framfæri með einföldum hætti og því miður líka bara þannig, við erum að gera okkur grein fyrir því að háskólaprófessor ekkert endilega alltaf bestir til þess að koma á framfæri upplýsingum til almennings á skiljanlega máta. Oft bara algjörlega vonlaust að skilja háskólaprófessora fyrir fólk sem ekki innvígt og þrautþjálfa í þeim fræðum. Og þar leika fjölmiðlar lykilhlutverk og persónulega finnst mér það einn af hlutunum sem maður hefur miklar áhyggjur af, sérstaklega þeirra fækkar í fjölmiðlastétt eins og raun ber vitni. Að það vísindalæsi og tími fjölmiðlamanna til þess að setja sig inn í flóknar rannsóknir og viðamiklar rannsóknir, literatúra sem spanna kannski 20 ár, bara ekki til staðar. Og stundum margar spurningar sem á stjórnmálasviðinu krefjast þess, raunverulega að það sé farið mjög grundigt ofan í flóknar rannsóknir og viðamiklar. Og þá því miður, held ég, alltaf eins og ég horfa í fjölmiðlunum á Íslandi og víðar, að þá oft mjög yfirborðskennd umfjöllun hvað við vitum í raun og veru og hvað við vitum ekki. Og oft svona bara hljóðnum að stungi framan í einhvern hvað finnst þér og fólk sem horfir á fjölmiðluna sé bara þrjár manneskjur, eitt segir þetta, annað segir eitthvað annað og þriðji segir eitthvað þriðja. Og fjölmiðlinn leggur ekkert upp úr því að leggja mat á hvaða upplýsingar séu áreiðanlegastar og svona gefa fólki sín á þetta og almenningur oft ekki tækifæri til þess að setja sig almennilega inn í málum hvað það var. Og kannski fjölmiðlinn búin að gefast upp fyrir þessu bara almennt að það sé hans hlutverkur, þess að geta ekki staðið undir því að gefa upp svona sína sjálfstæðu mynd. En áður ég spyr Helga sem nú komin hingað, Þórður Snær, ég spurði Bjarna áðan hvort það fyndi til svona samsörunar á því sem að þú varst að segja í svona sinni afstöðu til háskólasamfélagsins, fannstu eitthvað samhljóm með þessu sem að háskólamennirnir hafa verið að tala? Já, ég bara kannast við margt sem þeir báðir segja og þetta alveg rétt sem sérstaklega sem Kristín var að koma inn hérna inn á lokametrónum að þessi sérþekking og sérhæfing sem nauðsynleg að byggja upp innan fjölmiðla
til þess að takast á við flókin og krefjandi verkefni og skilja mál sem þarf að koma á framfæri við fólkið í landinu eða fólkið í því samfélagi sem út að þjóna, hún hverfandi. Það eru rosalega fáir sem ná að byggja upp þá sérþekkingu eða sérhæfingu sem þeir þurfa til þess að geta sinnt þessu mikilvæga hlutverki sem Kristín talaði og þetta svona bara heilt yfir, þetta ekki bara þegar kemur að flóknum vísindarannsóknum eða rannsóknastörfum innan háskóla. Við getum til dæmis bara tekið umfjöllun viðskipti og efnahagsmál á Íslandi. Ég held ég getur eiginlega fullyrt að af þeim sem vinna við það að fjalla viðskipti og efnahagsmál í íslensku fjölmiðlum, þá og ég tel mig nú ekki vera gamlan mann, sá eini sem með reynslu af því að gera það frá því fyrir hrun og get þá sett hlutina í það samhengi að hafa upplifað viðskipti og efnahagsumhverfið á Íslandi fyrir þann tíma, í gegnum þann tíma, í eftirköstum þess tíma og fram til dagsins í dag, sem þetta mikilvægt að geta sett hlutina í það samhengi. Og ég ekki að segja það til þess að stæra mig að því að hafa enst allt of lengi í þessu fagi. Þetta mjög alvarlegt að það sé ekki fleiri sem geta kannski gert þetta. Og þetta bara eitt svið. Svona þetta eiginlega á flestum sviðum. Þannig að þetta auðvitað bara risastórt vandamál. Mér fannst líka þegar við vorum að tala þátttöku háskólasamfélagsins í opinberri umræðu. Það nú einhver ár síðan, 2014, þá fjölluðum við könnun sem var gerð á meðal háskólafólks hérna á Íslandi það sem sagt hvernig þau litu á þátttöku sína í opinberri umræðu. Þetta var lokaverkefni sem við birtum síðan niðurstöðu úr og þar kom meðal annars fram að 70 hver svarandi hafði komið sér hjá því að tjá sig við fjölmiðla vegna ótta við gagnrýni frá valdafólki úr stjórnmála og efnahagslífi. 70 hver þátttakandi. Og þetta var starfsmaður sem ennþá starfsmaður innan háskólans og hafði gott aðgengi að fólkinu þarna inni sem var að gera þessa könnun. Og við vorum að birta dæmi það að jafnvel menn Íslendingar við erlenda háskóla sem eru virtir fyrir sín fræðistörf þar og voru að taka þátt í þjóðfélagsumræðu á Íslandi, voru að lenda í því að einhverjir sjávarútvegskallar á Íslandi voru að senda formleg bréf á skólann sem þeir voru að vinna hjá til þess að reyna að fá þá rekna eða hafa neikvæð áhrif á þeirra stöðu innan þess háskóla bara vegna þess að þeir voru að lýsa skoðun sinni í einhverjum greinaskrifum á kvótakerfinu á Íslandi. Þannig að það eru og við getum rétt ímyndað okkur ef þeir senda svoleiðis bréf á Columbia háskóla í New York að þá senda þeir svona bréf á háskólana í Reykjavík og Háskóla Íslands og Háskóla Akureyri. Það segir sig eiginlega sjálft. Herðu, en Helgi, velkomin. Það reitt sem að með þetta í sambandi við Þórður, þú ert að tala getu til þess að fjalla viðskipti og efnahagsmál, að þú hefur verið að fjalla viðskipti mikið. En það bara einn fárra, eða einn í hópi viðskiptablaðamanna, en þeir eru náttúrulega flestir eiginlega svona með viðskiptunum gegn almenningi, meðan að þín afstaða hefur oft verið að fjalla viðskiptin út frá sjónarhóli almennings sem að það líka svona, ég veit ekki hvað þetta með þetta fjölda viðskiptablaðamanna á Íslandi, það sem líklega samankomið stærsti hópurinn sem að sérhæfi sig í tilteknum málum, en það ekki alveg uppskera eftir því, það ekki svo að umfjöllun viðskiptamál séu betra á Íslandi heldur en annars þar. En Helgi, við erum að tala svona breytingar sem hafa verið, að sömuleyti eins og blaðamennir séu að vinna út frá svona almannahagsmunum og eigi sér einhverja andstæðinga á leiðinni að á svona undanförnum árum og áratugum hafi blaðamennirnir veikst en andstæðingarnir styrkst. Þetta þín reynsla af rúmlega 20 ára blaðamannaferli? Já og nei. Ég held að, og ég bara takk fyrir umræðuna þar sem ég hef heyrt úr sem nú allt saman og það var einmitt áhugavert, ég var einmitt að slá upp þessari rannsókn sem að Þórður Snær var að tala á hana því að þetta alveg rétt sem að Kristinn var að segja á hana að þetta ég getur náttúrulega endalaust diskutera það hvort að hlutinir hafi verið betri í gamla daga en þeir eru núna, en ég held að það sem að
þannig fá aðeins að snert á því að þá held ég að lykilatriðið varðandi til dæmis sérfræði þekkinguna í háskólunum sem að hefur verið ævintýralega erfitt að eiga við fyrir blaðamenn. Ég man bara eftir því að fyrir hrun að ef það var eitthvað sem að sérstaklega ef það var eitthvað sem að öllu eðlilegu hefði verið hægt fyrir blaðamenn að sækja sérfræði þekkingu inn í háskólana og ég tala nú ekki að það var eitthvað sem tengdist viðskiptum að það var eiginlega bara næstu því útilokað. Og ég man eftir mörgum tilfellum þar sem ég bara hafði samband við fólk í háskólanum, kennara í viðskipta- og hagfræðideildum og það sem að þegar ég var meðal að spyrja það hvar fékkstu þetta símanúmer og eitthvað svona, bara því að þetta var bara stór undarlegt og auðvitað vissum alveg hver ástæðan var fyrir því að þetta fólk var tregt til þess að tjá sig og það náttúrulega kom fram í þessari rannsókn sem tók til auðvitað allra háskólakennara, þannig við getum ímyndað okkur 1/6 af þeim hversu margir af þeim hafa þá verið til dæmis inn í þeim deildum sem að fjalla það sem oft eru kallaðir lykil-atvinnuvegir hér eða stjórnmálin og allt í þessum dúr. Þetta verður að vísu aðeins breyst en það er samt þannig að til dæmis þetta er ennþá erfitt en ég held að þetta væri til dæmis eins og bara fyrir að því ég veit að það eru starfandi upplýsinga- og kynningafulltrúar við háskólana að ég held til dæmis að þetta væri ef eitthvað það auðveldasta sem að þessir háskólar getur gert væri einfaldlega að presentera betur fyrir fjölmiðlum sérfræðiþekkingu starfsmanna sinna og gera hana aðgengilegri þar að leiðandi fyrir almenninga því það hlýtur auðvitað að vera hlutir af skyldu þeirra sem að við erum að mennta og halda úti við rannsóknir í til dæmis eins og opinberum háskólum að þeir deili því með okkur pöplinum, sé ekki bara einhvern veginn hangandi inn í odda hvað þetta heitir allt saman að lesa þetta yfir einhverjum dauðþreyttum krökkum á milli þess að þeir á vöktum á einhverjum bensínstöðum. Þannig að ég held að að því það var aðeins verið að ræða þetta þetta líka er mjög lýsandi kannski fyrir það hvernig íslensk umræða er ofta, það er þessi hræðsla einhvern veginn við að tjá sig og ég tala nú ekki þegar svo ég kom inn á spurningunni að þá held ég að mörguleiti þá er held ég auðveldara að standa upp og svona halda uppi einhverju ákveðinni gagnrýni og fjalla með gagnrýnum hætti einhverja hluti og svona án þess að þér sé strax gefið einhvern veginn og þú hljótir að vera með einhverja annarlega hagsmuni þar að baki og skiljir ekki sér íslenskar aðstæður og allt þetta sem var svona lengi vel alveg ótrúlega landlægt hérna. Þetta breyttist margt af þessu kannski við hrunið þegar við áttuðum okkur á því að sérstaðan okkar fólks kannski bara í því að við værum sérstök en ekki því að við værum einstök. Þannig að ég held að trendið í heiminum hefur auðvitað verið þannig að valdamiklir aðilar og það vill nú oft haldast í hendur og þeir eru peninga líka í hlutfalli við það. Þeir hafa farið að beita sér miklu harðar gagnvart gagnrýni, hvað sem að hún við getum bara tekið, það eru alls konar dæmi til í sögunum það, til dæmis hvernig háskólafólk hefur verið stigið einhvern veginn og tróðið niður fyrir það að standa ræða hluti sem að þótt ekki henta en sama blaðamönnum, ég meina við höfum því miður dæmin héðan en við höfum líka dæmin utan úr heimi þar sem við sjáum hvernig þetta hefur verið virkjað þar sem að annarkvort einkaaðilar eða jafnvel bara heilu ríkisstjórnirnar hafa haldið úti alls konar bara terrorisma gagnvart blaðamönnum í ýmsum tilfellum og mörg af þessum dæmum eru þannig að manni hefði þóttu alveg óhugsandi fyrir 10 árum síðan en núna er þetta bara orðin að þér virðist tiltölulega aktífur og svona business sem að verðist þrífast ofanjarðar
þessi þjónusta að það boðið upp á hana. Við sjáum nýjasta dæmi núna, til dæmis það lögmannsstofa, sama lögmannsstofa vann í verstu og ógeðfelldustu skítverkunum sem að Harvey Weinstein notaði þegar hann var að berjast gegn umfjöllun Ronan Farrow kynferðisbrotin sín, að mennirnir sem tóku að sér að stýra svona verstu birtingamyndina því hvernig hann brást við þeirri gagnrýni, að þeir eru fannir að það eru mennirnir sem að eru fengnir til að senda bréf núna á íslenska fjölmiðla fyrir hönd einhvers pilluframleiðandans þarna í Vatnsmýrinni, og menn gera það bara og það eitt af þessi lögmannsstofa sem ég hélt hreinlega bara hefði bara dáið, bara eins og endurskoðunarskrifstofan Andersson endurskoðunarskrifstofan dó með Enron, að það að menn skuli yfir hugðu leita til hennar, að það skuli ekki hafa verið stór frétt heldur einhvern veginn, þú veist, það finnst mér eiginlega með nokkrum ólíkindum. Þú ert að segja það, Helgi, að blaðamennskan hefur veikst og andstæðan sem er að reyna að halda almenni blaðamennsku niðri hefur styrst. Það er ósvífnari. Já, og ég meina, þú veist, ég veit ekki hvort að endilega, þú veist, að því ég upplifið það þannig, mér finnst eins og blaðamennskan þegar hún er stunduð almennilega, að þá sé hún betri núna heldur en hún var þegar ég byrjaði í þessu fagi. Ég ætla að leyfa mér að halda því fram. Þú veist, og það hafi bara sýnt sig undanfarin ár, sérstaklega, og að það hafa verið til litalegt fréttamál og sérstaklega þung og erfið fréttamál og rannsóknir sem að hafa sýnt það að það hefur alveg margt batnað, og ekki bara vegna þess að blaðamennirnir sé eitthvað betri, heldur bara vegna þess að samfélagið er farið að hafa betri skilning á því hvers vegna þetta skiptir máli. En ég held til dæmis að það sé alveg augljóst, til dæmis með við tölurnar sem var talað hérna áðan alla upplýsingafulltrúana og almannatenglana og svona skortinn og það sem líka rætt í þessu sem er lobbyismin, af því þetta gutlar auðvitað á milli þessara tveggja glasa einhvern veginn. Það er það að menn séu almannatenglar og svo hins vegar lobbyistar hérna á Íslandi. Og það er, við sjáum það bara best á því að fyrir nokkrum árum síðan þá datt samtökum atvinnulífsins allt í huga að reyna einhvern veginn að tempra upplýsingalögin sem hafa nú ekki þótt sérstaklega framúrstefnuleg hér en hafa þó allavega verið svona einhver leið fyrir okkur að kíkja á bak við tjöldin. Ákvæði einu samtökum atvinnulífsins að þeim finnst alveg ótækt að það væri hægt að nota upplýsingalögin eins og eðlilegt þykir. Þannig að það var ákveðin að koma fyrir einhverjum svona tappæðu með því að fara að láta menn, það væri hægt að rukka menn fyrir, og í þessu til langoftast blaðamenn, fyrir kostnað sem að hlýtist af því að taka saman upplýsingar fyrir þá. Ég veit bara því ég séð það að það þurfti ekki meira fyrir stjórnarráðið til þess að setjast niður og skrifa lög, frumvarpa lögum eftir þessari forskrift án þess að tala við kóngni prest til þess að þessi lög eru síðan sett inn í samráðsgátt og voru bara á leiðinni, hraðri leiði gegnum þingið ef að menn hefðu ekki bara stoppað þau af. Þú veist, þetta er líka einn ángið að þessu, það er það að sömu aðilar og einhvern veginn hafa tekið yfir og eru aktíft að reyna að taka yfir umræðuna. Þeir eru líka að reyna að taka aktíft yfir lagasetningavaldið og í raun að vissu leyti bara fjárveitingavaldið í þessu landi. Vegna þess að ég held að það sem að við þurfum, menning sem að það þarf klárlega að breyta hér er snýst til dæmis það hversu óboðsleg áhrif eins og dæmin sanna lobbyistar frekar þröngara sérhagsmuna oft hafa haft á stjórnvöldum. Hérna, það er rússnesk kona sem býr á Íslandi, blaðamaður, Natasja Stoljarova, sem er komið hérna við Rauða borðið. Hún er reyndar með þátt á samstöðunni sem heitir Íslendingar mér heim. Ég var að spyrja hana svona ástandi í Rússlandi og blaðamennskuna og hún sagði, það er náttúrulega engin ritskoðun í Rússlandi. Þú mátt skrifa hvað þú vilt. En ef þú skrifar eitthvað sem er erfitt að þá náttúrulega færðu að gjalda þess. Þú lærir það mjög fljótt að það borgar sig ekki.
Helgi, hérna, þegar maður heyrir þetta, þá náttúrulega verður manni svolítið hugsa til þín sem að hefur verið að draga fram fréttir og svo kemur í ljós að þér svona, ég veit ekki alveg hversu opið þú hefur verið með þessa sögu, en þér svona hálfpartinn óvært við að halda áfram störfuðinum á RÚV, sem náttúrulega risa gjallarhótt sem að þú varst með en leggur frá þér og ferð að vinna á stundinni, þá segir ég ekki neitt lítið á stundinni, sko. Að þá veltir maður þessu fyrir sér að þú máttir að segja hvað sem á Íslandi, en það hefur afleiðingar, ekki minn. Já, sko, já, ég ætla nú kannski ekki að taka, og ég vil nú alveg, þú veist, að það sér nú alveg hreinu, ég tók þessa ákvörðun þessi vistaskipti mín og bara ekki fyrst og fremst út frá þessum árásum Samherja eða hvað það allt saman hægt að kalla það. Auðvitað hafði það áhrif á og það var kannski það sem að tókst að ná fram með þessum árásum, var að það tókst einhvern veginn að svipta okkur vinnufrið og einhvern veginn að ósekju einhvern veginn bara hafa af okkur, sko, vinnufriðin og auðvitað... Það mætti orða það þannig, Helgi, það mætti orða þannig að RÚV hefði ekki auðnast að tryggja ykkur vinnufriðin og venda ykkur. Já, ég held að sé alltaf að segja það, þú veist, það var auðvitað, og það er niðurstaðan, en það var hins vegar ekki ástæðan fyrir því að á endanum að ég ákvað að fara yfir á stundina, heldur miklu frekar vegna þess að ég sá bara tækifæri þar og sá að þar var að verða til einhvern veginn svona hópur sem af fólki sem að ég hafði einhvern veginn alltaf ímyndað mér að væri plattform sem að ég væri til í að vinna í. Og þess vegna ákveði ég að gera það, þú veist, og það er engin svona einhver, þú veist, uppgjöf gagnvart RÚV endilega fólkin í því, en hins vegar þá ætlast ég auðvitað til þess að hérna, og ég held að það tengist ekki bara mér, heldur bara að menn líti í eigin barm, ekki bara á RÚV, heldur líka á þeim sem að svona setja RÚV línurnar og ekki síst þeir sem að ákveða hvað RÚV á að gera í stórmyndinni, að þeir íhuga aðeins svona fari yfir það hvernig þetta hefur verið síðustu ár og hvernig fór með þetta mál. Og Ríkisútvarpið í Svíþjóð og í Danmörku og í Noregi þolir að hafa ritstjórn svona á borðið stundina inni hjá sér og halda út í fréttaskýringarþáttum, svipum og Kveikur. Þannig að þetta er eiginlega hluti af uppskriftinni af Ríkissjónvarpi að vera með svona starfsemi. Já, ég meina þetta er það sem að fólk og það er það sem við höfum verið að berja á og þess vegna var til þessi þáttur vegna þess að við vorum búin að vera einhvern veginn að benda á það að þetta væri það sem við þyrftum að gera, þetta væri gert alls staðar. Annars staðar, fyrsta leið gætu við þetta, við værum búin að sýna fram á það, við lögum talsveit mikið á okkur við það, þú veist, að mikla vinnu að sýna fram á að við okkur væri treystandi fyrir þessu og við gætum þetta líka. En þú veist, það var svo náttúrulega hjálpaði auðvitað til þegar loksins við komumst þegar við sáum að til dæmis í þau skipti sem að sko, fólk hefur verið spurt að því hvaða telji vera mikilvægasta hlutverk Ríkisútvarpsins, þá bendir það á þetta. Það er ekki Morgunbænin með fullri virðingu fyrir henni, þú veist, og ekki það að halda út í fréttastofu per se, heldur að þar sé stunduð einhvers konar rannsóknarblaðamennska, einhvers konar fréttaflutningur sem er ekki partur af, ef að segja bara þessu meginstraums módeli sem að felst bara í þessu stutt, hratt og oft, sko. Nei, það er klárt og meðal annars er það líklega ástæða fyrir því að þú hefur verið kosið sjónvarpsmaður ársins árlega í mörg ára, þar fólk að biðja meira af þessu og það er mjög sorgleg niðurstaða að niðurstaða skulle vera svo að það færi það ekki. Herðu Bjarni, má ég spyrja þig aðeins svona hina, hérna fjölmiðlana. Upplifir þú það að svona fjölmiðlaumhverfið og umræðu vettvangurinn á Íslandi, pólitíska umræðan og umfjöllunin samfélagið, hvernig samfélag okkar er að þróast og svona, að þetta sé nægjanlegt, heilbrigt, gott, gæti verið betra? Hvernig er svona þín upplifun svona? Já,
klárlega getur verið betra, myndi ég halda. Og ég alveg sammála því sem öðrum sem hér búin að tjá sig, sko. Ég alveg sammála Kristni að það er ekki allt slæmt í háskólaumhverfinu sem dæmi. Ég alveg sammála Helga að háskólamenn eru mjög lélegir að taka þátt í umræðinni og að sumu leyti það hræðsla. Það er rauninni bara hræðsla við það að vera tekinn fyrir og vera svolítið hakkaður. Og það er eins vegar, ef við tölum eitthvað að þessu góða, þá er það að þessi fjórða vídd í háskólum, ef við getum kallað það, 3 víddir háskóla eru stýring háskólana, rannsóknir og kennsla, en fjórða víddin er tengsl við samfélagið. Og hún er að fá í vaxandi mæli að ná, forystunni að komast í fyrsta sætið. Og þar skiptir náttúrulega meginmáli samtal milli háskóla og fjölmiðla. Og ég er alveg sammála Helga sem segir það var erfitt að ná í háskólafólk og það er erfitt að ná í háskólafólk og menn eru margir hverjir ennþá dálítið hátt í fílabeinsturninum og þurfa að stíga niður og átta sig á því að þeir eru að þjónusta samfélagið. Mér finnst svona almennt séð í umfjöllun bara sem einstaklingur í þessu þjóðfélagi, finnst mér umfjöllun oft einhæf. Það sem maður sér mikið sama fólkið aftur og aftur tjá sig líka hluti. Og að þegar kemur að háskóla fólki eða fólki með sérfræðiþekkingu, þá er mjög mikið leita til sama fólksins og það er líklegast vegna þess að það er fólki sem svarar símanum. Þannig að mér finnst vanta oft breiddina og breiddina í því sem þeirri þekkingarsköpun sem á sér stað. En er það ekki hlutverk háskólafólks, Bjarni, að bara setja mál á dagskrá? Ég meina, þið eru að fjalla samfélagið, þú ert kannski að fjalla lífríkið, en það eru alltaf stór hluti af háskólasamfélagið sem eru að fjalla samfélagið og þar er fólk með í höndunum og verður varfið ýmislegt atriði sem bara erindin í almenna umræðu og til dæmis við erum með stefnumótun og við erum með stjórnmál sem ákveða hvert samfélag okkar að þróast og það er bara mjög mikilvægt að það sé gengi út frá réttu forsendum til dæmis bara hvernig fólk hefur það, hvernig óréttlætið í samfélaginu, hvaða afleiðingar það hefur og af hverju það ekki bara skylda háskólamann að koma þessu á framfæri, það ekki að bíða eftir því að blaðamennið hringi. Nei, alveg sammála því sko og ég er bara fullkomlega rétt hjá þér og það er bara þannig að á vinstri höndina að þá tengi ég það aftur inn í þessa nýfrjálshyggju, það er bara að vera að gera meiri og meiri kröfur, það er meiri samkeppni og fólk er bara eins og rjúpa við staurinn að dæla út misgóðum rannsóknarpappírum og öðrum hlutum eins og því. Á hina höndina, ég get bara sagt dæma sjálfum mér, er það ég semst að rannsaka fjölbreytileika og tek þátt í umræðum varðveislu hans og hvernig við getum haft áhrif á þá sem taka ákvarðanir, stjórnvöld og þá sem að vinna inn í ríkisstofnunum og ráðuneytum hvernig þeir þurfa að breyta fókus á það hvernig við nálgumst verndun náttúrunnar. Við getum talað lengi um þetta, ég ætla ekki að fara einhverjar útskýringar því og við höfum verið að taka þátt við höfum tekið þátt í Arctic Circle, við höfum farið að vinna með CAF sem er Conservation of Arctic Flora and Fauna og svo en málið er bara það að við erum ekki sérfræðingar í til dæmis að tala við policy makers og við erum ekki sérfræðingar endalega að koma hlutunum okkar á framfæri. Þannig að það vantar líka þá þjálfun fyrir fræðimennina að koma hlutunum sínum á einhverju skiljanlegu formi á framfæri þannig að aðrir átti sig á því að hverju þeir eru mikilvægir. Og þar gætu, held ég, fjölmiðlar og háskólar tekið höndum saman einhver leyti. Þess að við, háskólafólki, við getum, það sem var umræðan sem var fyrir að það vanti í rauninni sérfræðiþekkingin inn á fjölmiðlana, þannig að fólk er að gera til mjög yfirborðskendar fréttir oft og maður sér það bara í mínu fræðasviði, líffræðinni, að það fréttir sem koma og maður sér í bæði ljósvaka og prentfjölmiðlum og þær eru ofta voðalega yfirborðskendar og það er stokkið og það er illa þýtt einhverjar greinar frá Nature eða eitthvað skilur. Og þeir kannski komast lengra í fjölmiðlunum sem eru góðir í að tala en kannski vita lítið. Kannski líka, en það er oft líka verið bara að reyna að sleppa auðveldlega sko. Kristinn, já, ég er reyndar að koma líka með spurningu á því Kristinn, en byrjaðu. Já, bara örstutt að því að ég held að þessi brú á milli fjölmiðla og háskóla er gríðarlega mikilvæg. En mér langar líka aðeins bara að koma inn. Ég held að þegar
þegar ég var að tala með áðan að það var oft þannig að fjölmennafólk væri bara hundsað að háskólafólk væri hundsað af fjölmennum og fengi ekki athygli frá stjórnmálafólki og fjölmennum, þá var ég reyndar aðalega með Bandaríkin í huga en ekki Ísland. Og ég held að merkilegt nokkuð þá er Ísland svolítið sérstakt og kannski spes og eins og þessi mikla samkeppni sem að var verið að lýsa áðan milli háskólafólks og Íslandi, að ég upplifa hana til þess ekki oft eins sterka í mörgum bandarískum háskólum. Ég er ekki að segja hún sé ekki til staðar og það er alveg fullt af samkeppni og pressur háskóla, en hún er bara svolítið öðruvísi og ég veit til þess að í íslenskum háskólum að þegar við erum með þetta stigakerfi og þetta matskerfi, að þá kvartar íslenskt háskólafólk sérstaklega við því að það að taka þátt í samfélagsumræðu, skrifa bók sem er ætluð almenningi eða taka þátt í umræðinni, fara í viðtöl og svona með þess, er bara ekki metið til stiga og launa, er ekki metið til framgangs og þar leiðandi veigra fólk sig við því. Í mörgum erlendum háskólum er ekkert svona matskerfi og þvert á móti þá er einmitt horft til þess. Hvort að þú sért þátttakandi í almannaumræðu, hvort þú sért að skrifa greinar í blöð, hvort þú sért í viðtölum og svo framvegis. Þannig að það er kannski bara svolítið sér íslenskt þetta matskerfi sem við erum með sem að ég veit að háskólafólk kvartar mjög mikið yfir. En ég held við þurfum líka bara eins og var að tala með þjálfun og við þurfum að búa til einhverju brú. Og kannski er það ekki endilega prófessorarnir sjálfur sem eiga að vera þessi brú. Kannski þurfum við bara sérfræðinga sem að vinna bara við það að taka þekkingunum sem verður til í háskólum og komin út. Og eru bara sérfræðingar í því, á meðan prófessorinn einbeitir sig bara einhverjum grunnrannsóknum og þarf ekkert endilega að vera sérfræðingur í því að koma á framfæri. En við þurfum einhverju lausn á því að minnsta kosti. Kristján Már, af því að þú hefur verið að rannsaka lýðræði. Hérna í Bandaríkjunum er mikið talað um það hvernig svona fjölmiðlaumhverfi er að brotna niður. Umræðu vettvangur sem við höfum til þess að tala saman er að eyðileggjast. Það er að verða meiri klofningur í umræðunni, fólk bara gargar hvort og annað, þú kannast við alla þessa umræðu. Hvað er það mikilvægt? Segjum að við verðum að horfa hér út frá sjónarhóli íslenskra stjórnmála. Ég anda þess sem að Þórður Snær byrjaði að tala í upphafi, að stjórnvöld horfðu fram á raunverulega eyðileggingu fjölmiðlanna eða veikingu þeirra og þar með umræðu vettvangsins sem gerði ekki neitt í því. Hversu mikilvægt er það fyrir íslenskt samfélag að þessi umræðu vettvangur sé heilbrigður, að þarna starfi fólk sem að getur tekið og sjálft metið stöðu og sagt hlustuðu frá því, sé ekki háði að þurfa bara að reka mikrofóninu upp í þennan og síðan næsta og hinn til þess að búa til einhverja kaotíska umræðu mynd af einhverju deilu. Hversu mikilvægt er þetta í uppbyggingu lýðræðissamfélags að þessi umræðu vettvangur sé heilbrigður? Alveg sjúklega. Ég meina, polariseiningin í Bandaríkjunum er komin á það stig að það er mjög erfitt að sjá hvernig komast tilbaka, hreinlega. Og stór hluti af polariseringu bandarískra stjórnmála kemur til út af breytingu á fjölmiðlavettvangi. Ég held að sé nánast allir fræðimenn orðnir sammála það í dag. Að hún kemur til af tvennu, annars vegar það að elítan sjálf ákveður að fara mjög hart í það að útiloka hvor aðra, kjósa aldrei með hinum flokkunum. Og síðan að fjölmiðlaumhverfi í Bandaríkjunum splittast mjög stíft upp í fjölmiðla sem eru mjög skýrt agenda eins og Fox og svo framvegis. Og við getum bara tekið sem dæmi. Polariseiningin í Bandaríkjunum er slík að 1960 þótti það ekkert tiltökumál ef að börn fólks giftust einhvern sem var með aðra stjórnmálaskoðun. Það er nánast í skoðanakönnunum í dag finnst fólki að bara hræðileg tilhugsun, alveg bara gjörsamlega brjáluð hugmynd að börnin manns giftist einhvern sem með aðra stjórnmálaskoðun en maður sjálfur. Og svona polariseringu, það þarf ekki, þetta er engar meiri rannsóknir heldur en bara þessa, til að segja að þetta er ekki með heilbrigt ástandi í samfélagi. Og ég held að umræðan, hverjum hefði dottið í hug fyrir 1968, meira sem á þeim tíma að það yrði borgarastyrjöld í Bandaríkjunum, sem er núna raunverulegt umræðuefni einhvern veginn á borðinu, út af þessari sturluðu polariseringu. Þannig ég held að þurfi ekki að fara inn að grafgötu með það að það er mjög mikilvægt að feta ekki þá slóð sem að splittar samfélaginu algjörlega upp í hópa eftir einhverjum pólitískum línum og svona rótætt. Og af því að það er manneskjunni frekar eðlislægt, það er mjög algengt hjá fólki að leitast eftir upplýsingum sem að staðfesta manns eigin identitet eða því sem maður trúir fyrir.
Og ef þau eru boðið upp á það, ofboðslega skýrt, og þú getur bara lesið þetta blað og algjörlega hunsað eitthvað og heyrir aldrei eitthvað á móti, að þá velur stór hluti almennings það. Og í því samhengi að þá skiptir til þess eins og RÚV rosalega miklu máli, því það nær til svo margra svo þvert á samfélagið. Eða einhvers konar fjölmiðl sem sko leikur það hlutverk, eða fjöldi fjölmiðla sem leika það hlutverk, að virkilega ná til mismunandi hópa. Og það það sem hefur verið á stórum hluta brotnað í Bandaríkjunum. Síðan hin hliðin náttúrulega líka svo að með internetinu og auknu aðgengi að bara almennum fjölmiðlum og bara eins og veitum sem eru með skemmtiefni og svo framvegis, að það dregur líka úr því að fólk fylgist með fjölmiðlum, með pólitík og fjölmiðlum og fréttum og svo framvegis. Að það bara horfir á Netflix og þar kemur engin fréttaþáttur inn á milli dagskrárliðar. Og það bara fylgist ekkert rosalega með. Og það ein af skýringunum fyrir minni áhuga yngri kynslóð á pólitík og minnkandi kosningaþátttöku sumstar. Ein af skýringunum líklega sú að fólk bara velur sig fram hjá fréttum sem það fékk í línulegu dagskrá svona með einhver öðru. Eða það kannski vildi gera krossgátun í blaðinu eða eitthvað og las fréttinu eða fyrirsagninu í leiðinu og fékk það allavega eitthvað. Ok, Þórður Snær, þú hefur talað þetta sé mikilvægt að það sé gert eitthvað til þess að laga fjölmiðlaumhverfið. Hversu mikilvægt þetta? Er þetta bara þetta stóru málun? Mér finnst þetta vera mjög mikilvæg lýðræðisstoð. Ég tek heils hugar undir allt þetta sem Kristín var að fara yfir akkurat núna. Mér finnst þetta í þessu felst rökstuðningunum fyrir mikilvægi fjölmiðla sem eru að gera hlutina kannski á réttum forsendum. Það getur verið breið flóra fjölmiðlunar og ég held að í samfélagi eins og því íslenska, þar sem við erum með þess miklu nánd og nálægð við hvort annað, sé það leiðin, það er að segja að vera með fjölbreytta fjölmiðlaflóru sem getur stunda sjálfbæran rekstur og sett fram bæði mismunandi sjónarmið en líka haft getu til þess sem Helgi minntist hérna á áðan og ég sammála að leiða mál til lykta sem eru svona, samfélagslega mikilvægt að sé leið til lykta og ég held að svo það sé bara sagt að þrátt fyrir að rekstrarumhverfið hafi breyst til hins verra á þeim tíma sem ég starfaði í fjölmiðlum, umtalsvert, þá þetta líka rétt sem Helgi sagði áðan að við erum farin að leiða mun erfiðari mál til lykta í gegnum fjölmiðla en við gerðum hér áður fyrr og ég held að þetta sé rétt mat sem hann sett fram líka að það sé aðalega vegna þess að almenningur orðinn móttækilegri fyrir því og gerir kröfur til þess. En geta fjölmiðlana til þess að gera það, hún að minnka og fjöldi þeirra fjölmiðlamanna sem hefur reynsluna, þekkinguna, sérhæfinguna til þess að gera hann að draga saman. Tölurnar ljúga ekkert það og ég fór yfir þær hérna á. Þannig að ég held að þetta snýst ekkert það að setja einhverja fullt af fjölmiðla á eitthvað ríkisbeina. Þetta snýst það að kjörnir fulltrúar taki það alvarlega að fjölmiðlar séu lykilbreyta í því að halda uppi sterku lýðræðislegu samfélagi og búi til starfsaðstæður fyrir fjölbreytta fjölmiðlaflóru þannig að hún geti þrifist á sjálfbæran hátt. Hún gerir það ekki. Helgi, má ég enda við þér og spyrja bara, getur ekki bara verið að þeir sem að gætu tekið þetta mál alvarlega og gert eitthvað að þeim líður ágætlega í stjórnmálum þar sem að fjölmiðlarnir eru veikir? Jú, að sjálfsögðu. Og þess vegna þarf að halda uppi umræðu, þrýstingi og það þarf að láta þess vegna eiga fjölmiðlar að láta í sér heyra og aðrir það að þessi þróun sé ekki bara óæskileg, heldur sé hún bara í raun hættuleg. Því að nákvæmlega eins og búið að vera að benda á og að því þið töluðu sérstaklega viðskiptablaðamennina svokölluðu áðan að hann eiginlega galinn samanburðurinn sem við höfum á þessum svokölluðu bleiku blöðum til dæmis hérna á Íslandi og bara í Skandinavíu, þar sem að þessi blöð eru einfaldlega að fjalla viðskipti og fjalla allt sem að þeim tengist
en eru að gera það út frá fyrst og fremst út frá hagsmunum almennings þá í gegnum neytendur og almenna fjárfesta. Hér einhvern veginn sem þveröfugt farið og það virðist einhvern veginn vera hálfgert lögmál að þessir miðlar einhvern veginn taki sér einhverja svona varðstöðu með kerfinu sem þeir eru að verja. Og sama hátt held ég að þessi upplýsingafulltrúa PR lobbyvæðing einhvern veginn að hún auðvitað spila líka undir þessu stefi sem þú varst að tala frá stjórnmálamönnunum að þetta sé líklegast bara fínt af því að það hentar þeim ágætlega einhvern veginn að ráða sér bara einhverja reynda blaðamenn til þess einhvern veginn að koma því á framfæri sem þeir vilja koma á framfæri en ekki þurfa einhvern veginn að standa fyrir máli sínu og vera fyrst og fremst í að svara spurningum í stað þess að einhvern veginn að vera að leiða umræðuna. Og þannig að ég held að þess vegna þetta barátta, en ég held hins vegar alveg að það sé mjög eins og Þórður búinn að færa góð rök fyrir líka að ég held að það sé mjög auðvelt að vinna þessa umræðu og það líka, og það vill svo til líka að það oft mjög auðvelt að stilla stjórnmálamönnum og líka sérstaklega þessum stjórnmálamönnum sem finnst þetta mjög þægilegt upp við vegg og láta þá einfaldlega svara því hvort að þetta þeim finnist þetta æskileg þróun. Fæstir af þeim sem að hugsa sem svo að þetta sé þægilegt svona eru líka til hópa menn sem myndi aldrei þóra viðurkenna og þar af leiðandi náttúrulega ágætt einmitt að geta fengið það þá til að segja það að þeim finnist það nú líklegast ekki alveg sem að hvað þeim finnst svo innst inni. Það einmitt einkenni kannski á umhverfi þjóðfélagi með veika fjölmiðla að stjórnmálamenn geta sagt eitt og gert annað því að það bara komast upp með það því að vantar aðhaldið. Það einhver bara rétt hendina en ég verð að hætta vegna þess að á samstöðinu eru það svona margir þættir og það verið að reka mig út því að það var að fara að taka upp þátt leigjendamál sem mikil nauðsyn vegna þess að það vantar umfjöllun leigjendamál í öðrum fjölmiðlum. Ég taldi það nú saman daginn að það liðu 840 dagar og milli þess sem að tala við leigjenda á Ríkisútvarpinu sem náttúrulega sýnir nú að það eitthvað skakt matið á þjóðarútvarpinu þar. Og svo á eftir annar þáttur á leiðinni sem pólskur þáttur, pólsk umræða íslensk samfélagsmál og reynda líka stundum pólsk samfélagsmál. Það verður seinna í kvöld þegar þessi þáttur búinn. Ég þakka ykkur kærlega fyrir Kristinn Már Rafnsson, Þórður Snær Júlíusson, Helgi Seljan og Bjarni Kristófer Kristjánsson til þess að koma og hlustendur fyrir að staldra við. Mér langar að segja að því ég nefndi nú samstöðuna og við vorum að tala svona flokksblöðun í gamla dag og hvernig stuðningu við stjórnmálaflokkana sem áður kannski skilaði einhverjum almenn umræðu væri núna notað til þess að keyra áfram áróður fyrir forystuflokkana. Sósíalistaflokkurinn fær líklega styrk frá ríkinu sambærilegt og hinir flokkarnir miðað við atkvæðafjölda og flokkurinn ákvað það og lýsti yfir fyrir kosningarnar að verja helmingnum af þeim styrk til þess að byggja upp almenna fjölmiðlun sem að samstöðin er. Fyrst og fremst almenn samfélagsumræða. Þetta ekki vettvangur til þess að vera með áróður fyrir sósíalistaflokknum eða forystu hans. Ef þið viljið styrkja samstöðuna og uppbyggingu hennar umfjöllun leigjendamál, umfjöllun pólska samfélagið og það eru fleiri innflytjenda þættir ég nefndi nú áðan Íslendingaspjall með hreim. Það eru þáttur fátækt fólk sem var hér fyrir í dag, þá getið þið gengið í alþjóðfélagið. Það farið inn á samstöðum.is og alþjóðfélagið fjárhagslegur styrktaraðili samstöðurinnar. Ég þakka kærlega fyrir í kvöld.